Hæ, ég heiti Erla. Og ég heiti Antonía og við erum frá Mixtur í Reykjavík. Í dag fyrir við allt sem við þarf til þess að taka myndband með grænskjá. Grænskjár er tækni til þess að skipta bakgrunn og það er hægt að nota hvaða bakgrunn sem er, taka hvaða mynd sem er eða taka upp lítið myndskeið og maður getur látið þessi lítið út fyrir að vera stórstjarna á tónleikum eða já, bara hvað sem er. Og við erum búin að gera 2 myndbönd. Annað er Doing appið sem er hægt að nota og hitt er iMovie með iPad. Og við bara vonast að þið hafi gaman að. Þegar maður tekur upp myndband, þá verður maður notast við grænan bakgrunn og hér erum við með svona stórt tjald. Það er alls ekki nauðsynlegt, en ef maður er að fara og gera margar tökur, þá er gott að vera með iPadinn eða símann eða hvað sem með á okkur svona standi eða myndavélina. Eins og ég sagði áðan, þá er alls ekki nauðsynlegt að vera með svona bakgrunn. Það er nóg að vera bara með teppi eða lak eða eitthvað svona grænan lit eða pappír. Og það er mjög gott bara að hendur sig yfir hurðina heima hjá sér, eða hvað sem er. Og síðan bara já, getur maður loka hurðinni og staðið fyrir framann. Það er samt mjög mikilvægt að maður sé ekki með einhverjar misfellur af því að það getur komið svona ljótur skuggi af þeim. Þannig að betra að hafa þetta allt svona hreint og slétt. Það getur ágætt að vera með svona standa. Það er hægt að hækka þá og lækka og draga út. Maður getur verið með 2 teppi saman eða hvað sem er. Svo er náttúrulega líka hægt að mála vegg. Þannig að það er bara svona hugmyndaflugi sem að stjórna því. Og nú ætla ég að taka upp aðeins green screen myndband. Góðan daginn. Í dag ætla ég að kynna fyrir ykkur hvernig þið getið unnið með green screen í iMovie. Og það fyrsta sem ég geri, það er að opna appið sem heitir iMovie og það lítur svona út. Og ég opna það og þá birtist svona gluggi og ég þarf alltaf að fara hérna í það sem er plúsin. Plúsin þýðir nýtt verkefni og ég ít á plúsin og þá fæ ég upp það val hvort ég vil gera movie eða trailer og ég ætla að gera movie. Þannig að ég opna movie. Og síðan hérna neðst þá stendur Create Movie og ég ít á Create Movie og þá opnar svona gluggi. Og það fyrsta sem ég ætla að gera núna, því ég er búin að taka upp myndskeiðin mín, er að ég ætla að fara að sækja það sem ég ætla að hafa í bakgrunnin, það sem er ekki tekið upp á green screen. Og ég fer hérna í vídeó og finn myndband. Ég ætla að fara hérna í Recently Added og skrolla hérna aðeins niður og hérna finn ég myndbandi sem ég ætla að nota sem bakgrunn og það er þessi fiskar og ég passa mig á því að ég ætla að nota plúsin hérna til þess að setja. Plúsin þýðir að maður setur myndbandið á tímalínuna en spilunartakkin hérna er bara að maður vil spila myndbandið og maður hefur líka það val að maður getur stytta. Þessar gulu línur eru þannig að maður getur styttar, en til að sýna ykkur það bara á eftir. Og ég íti núna á plúsin og myndskeiðið fer hérna niður á tímalínuna. En ég þarf að draga það tilbaka og bara geri það bara butanum. Og síðan ætla ég núna að ná í hitt myndskeiðið sem ég ætla að nota og hitt myndskeiðið sem ég ætla að nota er þetta hérna myndskeið. Það er sem tekið á green screen. Og nú ætla ég að íta það myndskeið. En ég ætla ekki að íta plúsin núna, heldur ætla að íta hérna þessa 3 punkta. Og þegar ég fæ þessa 3 punkta, þá hef ég val að velja green blue screen sem ég ætla að gera. Og þá dettur þetta á tímalínuna. Og ég dreg þetta tilbaka. Og þið sjáuð hérna að þetta er ekkert rosalega smart, þar sem að ég sé bakgrunnin hjá mér. En það sem er svo frábært við þetta er ef að ég vel núna myndskeiðið sem er green screen, bara velða með því að íta á það, þá fæ ég hérna
uppi svona kassa. Þetta er scaling. Og ef ég ít á hann, þá sjáu þið að ég fæ alltaf þessa gulu punta hérna í hornin og nú get ég dregið gulu puntana svona inn á myndskeiðið og hérna megin líka. Svona. Og þá sjáu þið hvað er búið að gerast. Og núna við spila með... Hér erum við stórt tjald. Og ég ætla aðeins að lækka, af því að ég er að tala sem sagt inni á myndskeiðinu og þá ætti ég að velja hérna myndskeiðið sem ég er að tala á og ég íti á það og þá get ég valið hérna niðri, volume og ég íti á volume og ég dregu volumið bara alveg niður. Og nú ætla ég að spila aðeins myndbandi og nú heyrum við bara í fiskabúrinu og ef ég ætla núna að lækka í fiskabúrinu þá vel ég fiskabúrið og ég dreg hljóðið alveg niður. Og nú heyrið ekki neitt. En það er ekkert sérstaklega gaman að heyri ekki neitt. Og þið sjáu líka að það er ein villa hérna hjá mér. Að hún er svona eins og hún sé smá fljótandi. Og þannig restin í lokin, þá er ég greinilega að beina myndavélina annað, þannig að það gengur ekki. Þannig að myndskeiðið í rauninni hættir hérna. Og það sem ég geri er að ég vel myndskeiðið, fæ þessa gulu línu og þá get ég dregið það aðeins hingað og ég þarf að draga aðeins lengra, cirka hingað. Svona. Hér þarf ég að laga og þá þarf ég að byrja á því að laga hérna myndskeiðið sem er green screen og þá vel ég það eins og áður og fer svo aftur upp í puntana hérna og vel þá og hér sé ég þarf að taka meira af hérna og líka hún var svona fljótandi hérna niðri þegar línan er ekki dregin alveg niður þannig að ég drega hana alveg niður svona og nú ætla ég að prófa að spila þetta aftur og bara nokkuð gott nema það er ekkert hljóð og ég ætla að setja hljóð, ég ætla að setja tónlist á þetta og tónlistin er hér, sjáðu, hérna er audio og ég vel audio og soundtracks og ég ætla að velja hérna eitthvað lag sem heitir Evergreen og þessi sem sagt, soundtracks eða þessi lög eru inni í iMovie hjá ykkur, þau koma sérst með appinu, eða forritinu og ég íti hérna á Evergreen og íti hérna bluesinn og þá dettur lagið niður. Og ef mér finnst lagið of hátt, þá get ég einfaldlega valið lagið hérna og farið í volumtakkan eins og áður og lækkað aðeins í voljúminu. Og segjum svo ég vilji líka fá eitthvað svona sound effects, þá get ég farið aftur í audio og þá fer ég í sound effects og hérna finnir sem er til dæmis mér sniðugt að gera bubbles og ég íti á plusinn á bubbles og þá fara bubbles niður þar sem að spilunarhausinn er. Strikið þarna sem er lóðrétt, það er spilunarhausinn. Þannig að ef ég spila það núna, þá er þetta svona hérna kannski eru búblunar aðeins og hávarar og þá ger ég bara eins og áður. Vel búblunar, hljóðrásina með búblunum og lækka hérna niður. Og þá heyrist þetta svona. Ok, heyrist kannski ekki mikið í búblunum, hækkaður aftur. Þannig að maður þarf að finna út úr þessu. En það er eitt í viðbót sem ég vil gera. En einnig þá sjáu þið að lagið það er lengra heldur en myndskeiðið. Þannig ég get valið hljóðið og ég get bara dregið það tilbaka. Og ef ég fer núna tilbaka og vil setja titil á myndina, þá vel ég sem sagt fiskabúrið, sem myndin sem er undir. Og þá sjáu þið hérna eru titles og ég ít á titles og ég ætla til dæmis bara að velja standard. Og þá get ég valið hér
textan bara með að slá á hann og strika sen út og geri hérna fiskabúrið og síðan sjáu þið textan hérna fyrir ofan. Ég get valið textan fyrir ofan og með því að slá á hann. En ef ég vil ekki hafa hann í texta þar, þá get ég bara ítt á X-ið og þá fer hann. Og sama með textan hérna fyrir neðan. Ef ég vil ekki hafa hann, þá bara íti á hann og þá er hann farinn. Og þá lítur þetta svona út og þá er þetta bara allt farið að koma saman. En textin er á öllu myndskeiðinu. Þannig að til þess að losna við að hafa textan á öllu myndskeiðinu þá þarf ég að klippa það í sundur. Og ég ætla bara að gera það hérna rétt áður en að búblunir heyrast. Og ég vel sérst myndskeiði þetta hérna. Og síðan vel ég hérna skærin. Svo þetta skæri hérna neðst niðri. Og ég vel skærin og þá spyrum mig hvað ég vil gera. Og ég vil split, ég vil sérst klippa í sundur. Og ég ít á split og þá sjáðu hvað gerðist hérna. Fiskabúrið og fiskabúrið stendur það ekki á. Og þetta hérna litla í miðinni, þetta er svona transition og það er notað til þess að nota á milli myndskeiða. Við getum verið með, ef þú sjáðu hérna niðri, þá getum við verið með theme, við getum verið með dissolve, slide, vibe eða fade. En það er alveg tilgangslaust að nota þetta nema þegar við erum að klippa úr einu myndskeiði yfir í annað. Af því að myndin breytist ekkert, við sjáum ekki neitt í rauninni. Þannig að ég ætla að sleppa því þetta skiptið og ég ætla að fara hérna upp í done-takkan. Af því að nú er ennþá myndbandið, það er ekki til í raun og veru. Þannig að ef ég myndi eyða einhverju úr hérna myndavélinni eða kameraról, þá myndi það hverfa líka úr myndbandinu, af því að myndbandið eða myndskeiðin, þau eru ennþá tengd við kameraról í iPadinu mínum. Þannig að ég ætla að íta núna á done, sem er þannig upp í horninu. Og þá sjáum þið hérna að myndin fær titilinn My Movie 6 og ef ég slæ hérna á, þá get ég breytt því. Og ég skýri þetta fiskabúr. Já, lokið. Og svo sjáu þið hérna, ég get farið aftur inn í edit ef ég vil klippa eitthvað meira eða gera eitthvað meira við þetta. Hérna get ég hent þessu, hérna get ég spilað þetta og hérna get ég fluttið út. Og það sem ég ætla að gera núna er að flytja myndbandið út. Þannig að ég íti á útflutning og ég get gert save video eða export video eða setta beintin á YouTube-rásina mína, sendi ykkurum í Messenger, airdroppað á einhvern. Þannig ég hef ótal möguleika en ég ætla að gera save video og ég ætla að velja 720 púnta. Ef þið ætlaði að sýna þetta á kannski ykkur stóru tjaldi þá er það 1080 en bara svona ef maður ætlar að hafa þetta til gamans og í tölvunni eða eitthvað þá veljum maður þetta. Og þá sjáum þið að hún fyrir að exporta núna movie. Og your movie was exported to photo library, ok. Og ef ég fer núna inn í myndasafni mitt, að þá sjáum þið að hérna er myndin mín. Komið sæl, í þessu myndbandi þá ætla ég að sýna ykkur hvernig þið gerið svona myndskeið. Það sem ég gerði er að ég fór inn í iMovie, opna sérst iMovie og fer hérna í plúsin til þess að gera nýtt verkefni og vel movie. Og hérna neðst þá segi ég create movie og þá fæ ég upp þennan ramma eða þessa mynd. Og það er mjög mikilvægt að þegar maður er að vinna með green screen að maður setji inn bakgrunnin fyrst og þess vegna ætla ég að fara og sækja fiskabúrið og ég fer hérna inn í vídeo og opna það og síðan á ég möppu sem heitir fiskabúr og ég ætla að velja sem sagt fiskana hérna og ég íti á plúsin til þess að færa myndskeiðið niður á tímalínu og nú íti ég hér á plús og þá dettur myndskeiðið niður og ég þarf að færa það tilbaka og vera stödd þar sem ég vil að green screen komi inn á
Og nú ætla ég að fara upp hérna í vídeó og ég slæ á það og ég fer tilbaka og nú ætla ég að fara í Photos og opna í rauninni sömu möppu sem heitir fiskabúr og vel þennan green screen eða þennan iPad sem að ég er búin að teikna og dró þennan græna lit inn í hann og maður getur í rauninni teikna hvað sem er og dreigið grænan lit inn í það ef maður er með hring eða fyrirhyrning eða hvað sem er og nú slæ ég á, á myndina og í staðin fyrir að velja plúsin eins og áðan þá ætla ég að velja þessa 3 punkta og þá fæ ég möguleika á green blue screen og ég vel það og þá eru fiskarnir komnir inn í búrið og af því þetta er í rauninni bara mynd þá get ég dregið þetta eins langt og ég vil og ef ég prófa að spila þetta núna með spilunartakkanum hér þá heyrið þið hljóðið sem er ekkert sérstaklega svona eins og í fiskabúri og ég ætla að fara og velja þá þetta myndskeið með að slá á það og þá sjáu þið að ég fæ hérna upp nokkra möguleika og einn af þeim er volume og ég ætla að skrúa hljóðið niður og svo prófa ég að spila þetta núna og það heyrist ekki neitt. Það sem ég get gert til þess að fá okkar hljóðin á þetta er að ég get farið hérna í audio og þá fæ ég möguleika á soundtracks, my music eða sound effects og ég ætla í þessu tilfelli að velja sound effects og það er mikilvægt að ég sé með spilunarhausinn, þetta kallar spilunarhausinn sem lóður eftir lína, þar sem ég vil að hljóðu kom inn og ég ætla bara að hafa það í byrjun og ég íti hérna á sound effects og það er hér eitt sem heitir bubbles og ég ætla að slá á það og íta á plúsinn og þá eru í rauninni bubbles komnar og nú get ég prófað að spila þetta og þannig var þetta gert og síðan get ég bara endur tekið því sjáðu hérna að hljóðið endar hér og ég gæti rauninni bara verið með spilunarhausinn hér og sett aftur inn á síðan get ég slegið á hljóðið hér og dregið það hingað og þá er ég komið með hljóð á allt myndbandið og að lokum þá vil ég bara fara í done-takkan og ég get skýrt þetta hvað sem ég vil fiskar og lokið og svo fer ég hérna til þess að flytja út verkefnið nú er það bara ennþá inn í iMovie og ég ætla að flytja það út og ég ætla að fara hérna í save video ég gæti líka að setja beint á YouTube eða sendi messenger til einhvers eða hvað sem er en ég ætla að fara bara í save video og þá vista ég það inn á camera roll sem er í iPadnum mínum og ég ætla bara að vista þetta í svona 720 punktum og slæ á 720 og þá sjáum við hérna exporting movie og the movie was exported to your photo library og þá erum komið þangað og þannig var það gert. Takk fyrir. Komið sæl. Í þessu myndbandi ætla ég að sýna ykkur hvernig þið getur notað forrit, green screen forrit eða app sem að heitir Green Screen by Do Ink og það lítur svona út, svona bleikur kolkrabbi og ég ætla að opna appið og þá er það eins og vanalega, það fyrsta sem maður gerir þegar maður er að búa til verkefni að maður ítir á plúsin til þess að búa til nýtt og hérna get ég búið til verkefni eða flutt inn verkefni en ég ætla að búa til verkefni og þá fæ ég upp þennan ramma og hér eru 3 svona tímalínur eins og við kallum það. Hér er svona mask og ég sýni ykkur hvað það er á eftir. Hérna er svona crop tool og hérna til þess að spila,
hérna ef maður hefur gert eitthvað og hættir við að gera það, og hérna ef maður hættir við að hætta við að gera eitthvað. Og síðan sjáum við getum flutt út vídeóið eða flutt út myndina, og hérna svona setningstakki og hérna spurningamerki, og ef þið sláðu spurningamerkið þá kemur svona texti allt sem þið getur gert í þessu appi. En ég ætla að byrja á því að fara í neðsta plúsin, þess neðstu tímalínuna, og maður gerir það alltaf að setja bakgrunnin fyrst undir. Og ég slæ hérna á videos og ég ætla að fara hérna bara í recently added, og ég ætla að velja þetta hérna græna myndskeið, og ég geri það með að slá á það og þá fer það á tímalínuna. Síðan þarf ég að velja næstu fyrir ofan og velja annað myndskeið, og það myndskeið þarf að vera tekið á græn skjá, eða svona grænan bakgrunn. Og ég vel sem sagt hérna þetta myndskeið, og þá fer það hérna ofan á, og síðan ýti hérna uppi í hægra horninu á done takkan. Og þið sjáu hérna, þetta nú ekkert sérstaklega fallegt út af því að bakgrunninn ekki nógu stór, en það ekkert vandamál vegna þess að ég get farið hérna í crop takkan, og ef ég ýti á hann þá fá ég svona gula línur og ég get minnkað þess að skorið alveg inn á græna bakgrunnin, og svo þegar ég fer hérna upp aftur í done takkan þá sjáu þið að þetta bara búið að breytast og orðið bara nokkuð flott. Og ef ég spila núna þá heyrist röddin í mér, og ég ætla að sýna ykkur. Hér erum við stór, og ef ég vil ekki láta hana heyrast þá velja ég myndskeiði sem að röddin ofan á, og það semst þetta hérna, og þá fer ég hérna í volume takkan og get lækkað semst hérna með því að draga þetta alveg niður, þá get ég lækkað þetta algjörlega. En svo gott að venja sig á að stilla aftur á þetta hérna. Nú ég komin semst bara með bakgrunnsljóðið, og þetta bara orðið nokkuð fínt vídeó eða myndband, en ég þarf að skoða núna aðeins hvaða nær langt, og þið sjáuð að hérna farið að gerast eitthvað, og þetta hefur með chroma key að gera. Ég veit ekki hvort þið áttu ykkur á að þið sjáuð það skil hér, og ef ég ýti á sensitivity þá get ég lækkað eins og hækkað til að reyna að hafa áhrif, og svo ýti ég á done takkan enn uppi, og þið sjáuð ég losnaði við þetta núna. En það sem ég ætla að gera í rauninni að vera með bendilinn hérna, kannski hér, og hérna ætla ég að ýta á split. Split hérna niður í horninu, og ég ýta á split, og svo ætla ég að velja neðra myndskeiðið, þá sé það að vera svona gulur rammi, og ég ætla að ýta á split líka þar, og síðan ætla ég að ýta hérna á delete, og síðan ætla ég að velja þetta hérna fyrir ofan, og ég ætla að ýta á delete, og þá ég komið með myndskeiðið mitt svona eins og ég vil hafa það. Við höfum ennþá möguleika á þessari hérna tímalínu hér, eða þessum að bæta ykkur við, og ég ætla að velja það, og þá get ég bætt við mynd eða vídeóið, ég veit nú ekki alveg hvernig það kemur út. Ég get bætt við texta, en ég get líka open the prop library, og við skulum prófa það. Ég ætla semst að opna þetta hérna, og í hérna get ég leitað, og ég ætla að leita fugli, þannig að ég ger það og fer svo hérna að ég leita, og þá sé ég þennan ágæta fugl hérna, og ég ætla að velja hann bara með því að ég dá hann, þá birtist hann hérna. Til þess að minnka hann eða stækka hann, og sett 2 fingur á hann og ýtt fingrunum í sundur það saman, svona pinching eins og það kallað, og ef ég ætla að minnka hann aðeins þá ger ég svona, og ef ég stækka þá ger ég ýtti fingrunum í sundur,
og ég ætla að hafa fuglinn kannski svona stóran og svo ætla ég að færa hann hérna hingað og þið sjáið hérna að það svona gulur depill í fuglinum og ef ég vel hennan gula depill að þá get ég sem sagt látið fuglinn fljúga. Ég ætla að láta hann fljúga hérna út úr myndinni. Og nú skulum við skoða þetta. Ég íti svo bara aftur hérna í hægra hornið á done-takkan og nú ætla ég að spila myndbandið. Og við höfum þennan fugl sem að flýgur þarna út úr myndbandinu og þið sjáu leiðina hérna. Og ef ég íti á undo-takka núna, undo-takkin sem hérna, að þá myndi fuglinn hverfa. Það eitt í viðbót sem ég ætla að sýna ykkur sem getur verið mjög gott og það til dæmis að við erum með heila manneskju en við ákveðum að viljum láta hann sitja fyrir fram að borð þá getum við strókað í burtu kannski í neðri hlutan og það gerum við í þessu mask og ég ætla að sýna ykkur núna að með því að íta á það fyrir ekki að ég vera með rásina valda sem ég vil að aðgerðin sé gerð á þannig ég þarf að velja hérna og nú íti ég á mask og þá sjáu þið hérna alls konar sensitivity og busta og ferhyrning og hérna strókleður og ég ætla að velja strókleðrið og þá sé ég hérna stærðin á því 40 og opacity sem gegnsæi að það 100% og þá ætla ég að byrja í rauninni bara á peysunni að stróka bara út neðsta hlutan og þið sjáu ég stróka bara hérna út neðsta hlutan og fer svo hérna upp í done-takkan að þá sjáu þið þá allt í orðin bara svona einhvern veginn ég veit ekki einu svona hvernig maður orða það í lausu lofti eða eins og hún standi í miðju vatninu. Þannig að þetta allt möguleiki og þá myndin okkar bara tilbúin, myndi ég segja. Og ég ætla að flytja hann út. Þannig að ég fer þá í export video. Og þá býður mér þetta preview your video, show the export options, save to the camera roll eða dismiss. Og ég ætla bara að segja hérna save to the camera roll og þá myndbandið mitt komið núna inn í camera roll. Þið geta sjálfsögðu unnið með ljósmyndir líka og sett ljósmynd sem bakgrunn og myndband í forgrunn eða haft bæði ljósmyndir. Þannig að það eru ótal möguleikar í þessu en ég vona að hafa haft gaman að þessu og bara takk fyrir. Ég ætla að sýna ykkur hérna hvernig þið getið unnið með ljósmynd og myndskeið í appi sem framleitt af Doing og heitir Green Screen og það svona mynd af kolkrabba. Ég gerði annað myndband þar sem ég sýni ítarlegar hvernig ég vinn með þetta en ég ætla bara til gamans að sýna ykkur einn möguleika hér og ég byrja því að opna appið og fer hérna upp og íta á plus til þess að annarkvort að gera nýtt verkefni eða flytja en verkefni og ég ætla að gera nýtt verkefni og ég fór í allar þessar stillingar hérna eins og masking og kropp og allt þetta í síðasta myndbandi þannig að nú ætla ég bara að sýna ykkur hérna hvernig maður vinnur með ljósmynd og myndskeið og við munum það að við byrjum alltaf á því að setja bakgrunnin fyrst inn þannig að ég vel núna neðsta plusinn og fer hérna í videos og ég fer hérna í green screen mappuna mína og þar á ég hérna myndskeið af fiskum í fiskabúri og ég vel það og síðan þarf ég að velja línuna fyrir ofan og síðan ætla ég að fara í photos þannig að ég fer hérna back og fer núna í photos og þar ætla ég að fara í recently added og þá á ég hérna mynd af iPad sem sagt teiknað iPad
og settir svona grænt inn í hann og maður getur unnið með hvað sem maður getur teiknað hring og fyllt hann með svona grænum lit eða tekið mynd af hring með grænum liti og það hægt að vinna þetta í forritum eða appum eins og Paper sem ég held að séu ókeypis og Keynote og Procreate og alls konar. En ég sem sagt gerði þennan iPad og náttúrulega sýn ykkur ef ég slæ á iPadinn hvað gerist og það þetta sem gerðist. Fiskabúrið komið inn í iPadinn og ef ég spila núna þá sé ég semst fiskana synda inni í fiskabúrinu og ég geti lengt hérna eða stytt hitt myndskeiðið á móti og þetta í rauninni allt og sumt en það sem að ég myndi gera síðan að fara hérna í og exporta vídeónu og vinna það áfram í einhverju myndvinnsluforriti hvort sem að það iMovie eða bara hvað sem þannig að ég segi núna export ég ætla aðeins að hérna jafna þetta og vel sem þetta hérna og íti á split og síðan á delete og núna ætla ég að fara hérna upp og ég get exportað flutt út og þá býður hún mér upp á þessa möguleika hérna preview, show the export options, save to camera roll og ég ætla bara að íta á save to camera roll og þá sagði hún success, the video was saved to camera roll og ég segi ok og takk fyrir